Mikill fjöldi fólks leggur leið sína í verslunina Svalbarða á Framnesveginum. Þar standa þeir félagar Hallur Stefánsson og Björgvin Magnússon í sinni sérverslun með harðfisk. Þessi verslun hefur svo sannarlega ekki gengið kaupum og sölum og hafa verið 2 eigendur síðan 1944. Hvaða skýring er á því? Er það bara... Auðvelt bara. Hún hefur bara verið lánsöm búð. Það hefur verið góð verslun alla tíð og góð ákoma og það leiðir að sjálfu sér að það verður litla breytingar á því. Góði kúnnar? Ekki nokkuð vafi. Ekki nokkuð vafi á því sko. Hvað er góðu kúnni í dag? Já. Sá sem fer ánægður út? Já. Sá sem kemur ánægður og fer ánægður út. Þá eigum við von á honum aftur og það kallum við góða kúnna. Þið hafið sérhæft ykkur á einu sviði, sölu á harðfiski. Hvaða hugmynd var þetta? Þetta var hugmynd sem ég fékk. Ég sá fram á það þegar markaðirnir voru allsráðandi í maturinni að svona litla búðir þær get ekki starfað við hliðina á þeim og ekki á jafnréttisgrundvelli gagnvart kúnnanum. Og þá var eitthvað að hugsa og mér datt þetta í hug. Er þetta besti fiskur á landinu eða jafnvel þótt víða væri leitað? Fólki segir okkur það, já. Jafnvel í heiminum. Sendið þetta allan heim? Þetta fer vítt og breytt allan heiminn. Þetta fer í næstum því hvaða heimsálfu sem er. Til Malasíu, Ástralíu, Japan, Kína, Bandaríkjanna og náttúrulega Evrópu, alla, Skandinavíu mikið. Ætlið að halda þessu áfram, þessu mynstri? Þið ætlið hyggið ekki á neinar breytingar, þið eruð ekki menn breytinganna eða hvað? Ekki í sjálfu sér, sko. Við höldum þessu áfram í þessu formi og kannski betrumbæta það. Eftir því sem við getum. Við erum með sjósíum fiskstundum og svo erum við með hnoðmör. Kófarekta rauðmaga höfum við verið með og við eigum hann nú ekki í sumar. Hverju kaupir ungt fólk þetta eða? Já, allar tegundir af fólki. Já, það er ekki hægt að flokka það neitt sérstaklega. Þannig að viðskiptahópurinn er ekki deyjandi neitt? Nei, langt frá því. Það er mikið að gera hjá þeim félögum fyrir verslunarmannahelgina. Þá kemur fólk í stríðum straumum til að kaupa harðfisk fyrir ferðalagið.